Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er sóknarprestur í Lofstofan Baptistakirkja og við erum að dæma okkur í spurningar. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við dæmum okkur í spurningar varðandi kristna trú. Spurningin þessa vikuna á þennan dag er hvað segir Biblían húðflúr? Og það sem að fólk hefur, það eru margir kristnir sem eru algjörlega á móti húðflúrum og telja það vera synd að fá sér húðflúr og þetta er sérstaklega kannski vinsælt meðal eldri kynslóðarinnar og yngri kynslóðarinnar svolítið að koma upp og reyna að svara fyrir sig. En versi sem hefur alltaf verið notað er hérna í 3. Mósebók 19. kafla, versi 28. Það stendur, þið skulu hvorki rista sár í húð ykkar vegna látins manns, né láta húðflúra tákn á ykkur. Ég er drottinn. Og þannig að eldri kynslóðin oftast hefur verið að segja, það er bannað að fá sér húðflúr, hér segir drottinn, ég er drottinn og ég er að segja ykkur að það sé bannað að fá sér húðflúr, en oft er, fyrir suma, þegar þið lesa þetta vers, þá er aðalatriðið og lykilatriðið hér, þú skulu hvorki rista sár í húð ykkar vegna látins manns, né láta húðflúr tákn á ykkur. Þannig að þetta var fyrir þjóðinnar í kring, fyrir Móabítana, Ammonítana, fyrir þá sem voru að tilbiðja Baal, sem var guð á falsguð á þessum tíma, að þá var húðflúrað á sig vegna dauða einhvers og það var þannig verið lofgjör til þanns guðs. En ef við lesum versa undan, þá lesum við hérna í 26 og 27. Þið skulu ekki krúnurrakka höfuð ykkar, þú skalt ekki snerta skegg þitt. Þannig að augljóslega þá eru kristnir ekki rosalega mikið að pæla í þessu. Það eru margir sem fá sér yfirvaraskegg eða hvað sem það er og þær raka hliðana á höfðunum og krúnurrakka sig. Þannig að af hverju er Guð að segja þetta? Hann er að segja þetta til Ísraelsmanna svo að þau sem þjóð skeri sig frá þeim sem tilbáðu meðal annars Baal og sýndu fram á tilbeðslu sína með Baal með því hvernig þau voru með skeggið sitt, með því hvernig þau voru með hárið sitt og með því að tattúera sig og skera sig fyrir sakir einhvern sem var að deyja í tilbeðslu til Baals. Þannig að á þetta við í dag fyrir kristna sem er ekki Ísrael þjóðin heldur Ísrael í öllum þjóðum, ég myndi segja nei. Ég myndi segja að þetta er lögmál sem á ekki við okkur í dag og fyrir mér þegar ég les þetta vers þá er eins og ég segi lykilatriðið að láta sár á okkur eða húðflúra sig vegna látins manns. Af hverju eru við að húðflúra okkur? Flest allir sem eru að húðflúra sig, það eru sumir kristnir sem gera þetta með því að láta okkur vest, þannig að alltaf því að horfa niður á hendina á sér þá minnast þau þess að Jesús Kristur hefur frelsaði eitthvað svoleiðis. Húðflúr getur verið góður hlutur. Ég myndi segja, farðu eftir þinni eigin sannfæringu. Ég tel ekki að fólk geti tekið þetta vers og sagt fyrir alla kristna þá er þetta bannað. Ef þið vilja kynna ykkur meira þá erum við að fara að gera vídeó af hverju sumar reglur í Gamla testamentinu eru öðruvísi en aðrar, af hverju fylgjum við til dæmis ekki því að borða ekki kjöt með blóði í eins og hérna í fyrir versunum en við fylgjum því að fara eftir boðorðunum 10. Þannig að ef þú vilt vita meira það þá býttu bara eftir vídeóinu frá okkur þar sem við gefum út vídeó af hverju kristnir fylgja sumum reglum og öðrum ekki. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sent okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur. Við elskum að sjá nýtt fólk og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.